það ekki bara mikið þannig. Finnst ykkur þörf á að lesi eitthvað allar mikið. Það svaka leikur í gangi. Sitt í tóttina. Veistu það hægt þessu, og ég bara fylgjast með þessu. Þetta er bara rólega sætið. Það er komið að búa kveik. Fundur bæjarstjórnar á Akranesi, þetta er fundur númer 1293, haldinn hér í bæjarþingsalnum að Stillholti þann 17. apríl 2019 og klukkan er 20:00, fremur óhefðbundin tími fyrir bæjarstjórnarfund. Og hér eru mætt til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það eru Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og situr í stóli forseta bæjarstjórnar. Það eru Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Ragnar B. Sæmundsson og Ólafur Adolfsson. Og þá sitja fundinn Kristín Hallur Sveinsson, varabæjarfulltrúi í fjarveru Bári Daðadóttur og Þórður Guðjónsson situr fundinn í fjarveru Einars Brandssonar. Einnig situr bæjarstjórinn okkar fundinn, Sævar Freyr Þráinsson, og einnig Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, verkefnastjóri sem sér ritun fundargerðar. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og ætla að byrja á því að leggja það til við fundarmenn að dagskrárliðir númer 1 til og með númer 4 verði hérna teknir saman í umræðu þó að þeir verði síðan afgreiddir hver í sínu lagi. Er einhver sem hreyfir andmælum við því? Svo er ekki. Og rétt er þó að taka fram að þá verður gerð grein fyrir umræðinni undir dagskrárlið númer 1 þó að hvert og eitt mál verði eðli málsins samkvæmt afgreitt sérstaklega. En þá göngum við til dagskrár og ég kynni þá inn 4 fyrstu fundarliði. Það er mál númer 1, hefur málsnúmerið 1904-149. Þetta er ársreikningur 2018, ábyrgðar og skuldbindingar yfirlit. En óskað er eftir staðfestingu bæjarstjórnar Akraness á ábyrgðar og skuldbindingar yfirliti í sundurliðunar bók ársreiknings Akraneskaupstaðar vegna ársins 2018. Annað mál á dagskrá hefur málsnúmerið 1904-057. Þetta er ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 A-hluti. Þetta er síðari umræða þennan ársreikning sem að inniheldur aðalsjóð, eignasjóð, byggðasafni í Görðum og fasteignafélag Akraneskaupstaðar SLF. Þriðji fundarliður hefur málsnúmerið 1904-058. Það er ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 B-hluti og hér er síðari umræðu að ræða þennan ársreikning sem inniheldur fasteignafélag Akranes EHF, Gámu, Háhita EHF og Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili. Og þá er það fundarliður númer 4, hefur málsnúmerið 1904-059. Það er ársreikningur Akraneskaupstaðar samstæða og þetta er samstæðureikningur Akraneskaupstaðar 2018, síðari umræða. Og orðið er laust þessa 4 fundarliði. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langar nú bara hérna í upphafi þessarar ræðu minnar sem verður nú ekki löng. Það langar mér bara enn og aftur að þakka fjármálastjóra bæjarins og endurskoðanda og öllum þeim starfsmönnum sem hafa unnið að þessum ársreikningi og eins viðstjórum, forstöðumönnum og öðrum starfsmönnum sem að eiga þátt í að þessum niðurstöðum skilað á þann veg sem þær eru. Og á síðasta bæjarstjórnarfundi sem var fyrir réttum viku síðan þá fórum við ítarlega ofan í ársreikningina, hluta B, hluta og samstæðuna alla og eins og í fyrir ræðu minni þá langar mér að segja að fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar hún stendur styrkum fótum og það má þakka ótal mörgum fyrir þessa niðurstöðu og þessi niðurstaða verk fyrir bæjarstjórna sem þessarar og það hefur verið unnið árabil að því að styrkja rekstur bæjarins og ég vil líka segja að það samvinna einstaklinga í öllum flokkum sem hafa verið í bæjarstjórn á þessu tímabili sem á hér hluta að máli. Eins og hvað varðar aðhlutan þá hefur komið fram í umræðu ársreikning fyrir árið 2018 að útsögur og fasteignaskattar eru tæpum 174 milljónum umfram áætlun ársins og framlög úr jöfnunarsjóði rúmum 320 milljónum króna og aðra tekjur rúmum 96 milljónum umfram áætlun og þessi niðurstaða skila sér rúmlega 590 milljónum umfram áætlun og sem niðurstaðan því jákvæðum rúmar 814 milljónir króna en áætlanir gerði ráð fyrir rúmum 165 milljónum. Hvað varðar B-hluta þá eru tekjur umfram áætlun eða aðra tekjur umfram áætlun og gjöld eins og launagjöld án lífeyrisskuldbindinga og lífeyrisskuldbindingar rétt umfram áætlun. Fjármagnsgjöld í B-hlutanum eru einnig rétt umfram áætlun en það skýrist meðal annars vegna hærri verðbólgu á árinu en áætlanir gerðu ráð fyrir. Heildarniðurstaða B-hluta því talsvert betri en áætlun gerðu ráð fyrir og endar jákvæður rúmum 11 milljónum króna og þetta skýrist meðal annars vegna þess að rekstur Gámu og Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu og eins og ég fór yfir í ræðun hérna fyrir réttum viku síðan þá Höfði, þannig langar að taka það aðeins hérna út fyrir sviga að Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu 5,2 milljónir en áætlanir voru að gera ráð fyrir 30 milljónum í jákvæðan rekstrarniðurstöðu þannig að það talsverður munur þarna á en þetta skýrist meðal annars að því að dvalardeildir rekið með tæplega 15 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu og þetta raunin að sýna okkur það að inn í dvalarrýmum liggja þetta einstaklinga sem eru með hjúkrunarumönnunarþyngd en í rauninni ríkið eingöngu að greiða fyrir dvalarrýmin þannig að sem skýrir þessa skekkju og rekstur eigna og fjármagnsliður einnig neikvæðir það eru rúma 16 milljónir og einnig mínus neikvæð niðurstaða hvað varðar dagdvöl. En rekstur hjúkrunarrýma að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu. En þannig ef við horfum á samstæðan allir í heild sinni, þá hún að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu rúmar 826 milljónir, á meðan áætlanir gerðu ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu 195. Eins og í fyrir ræðu þá segja að þetta vissulega góð niðurstaða, hún að skýrast meðal þess að hraðar íbúaþróun, en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það meðal annars að skila sér í hærri útsvarstekjum og ég sagði líka í fyrirræðu minni sem ég endurtek hér að þær tölur sem við erum að gefa okkur íbúaþróun eru mjög varfærnar og það mikilvægt að þær séu varfærnar því það auðvitað ekkert gefið í þeim efnum hver íbúaþróunin verður frá ári til árs eða fjölgunin. En ég tel þó að það sé mikilvægt að í næstu áætlanagerð og eins og hefur komið hér áður fram hjá bæjarfulltrúum, ágætum bæjarfulltrúum í þessum ræðustól að við mættum jafnvel skoða örlítið þessa tölu sem við erum að gefa okkur hvað varðar íbúaþróun í áætlunum og bera saman við raunverulega íbúaþróun. Þessu held ég fram vegna þess að það eru ákveðna áskoranir þegar við vöxum hraðar og þessi þróun hún hefur áhrif á innviðuppbyggingu eins og skólastofnanir, grunnskóla og leikskóla, íþróttamannvirki, gatnagerð, svona eitthvað sem nefnt
og ég legg til að í rauninni við tökum umræðuna áfram bara allir bæjarfulltrúar og skoðum hvort við eigum eitthvað ég legg til að vera allavega rýnt ofan í þróunin eins og hann hefur verið og skoða í rauninni hvað það þýðir. En síðan eins og ég sagði áðan þá eru framlög úr jöfnunarsjóði, þau eru hærri heldur en talsvert mikið hærri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir 320 milljónum króna. Hér að ræða uppgjör vegna framlags vegna málefnar fatlaðra meðal annars og það nær aftur til ársins 2016 en undanfarin ár hefur Akraneskaupstaður eingöngu fengið hluta þess kostnaðar sem þarf að standa straum af vegna þjónustunar en núna var þessi leiðrétting á. En eins og ég segi þá ekkert gefið í þessum efnum, það óvíst hver íbúaþróun verður á næstu árum. En ef við ætlum okkur að halda áfram að vera samfélagi í sókn og bjóða áfram upp á góða þjónustu eins og við höfum gert hingað til og markaðssetja okkur áfram sem hamingjusamasta sveitarfélag landsins þá eru þetta alls konar áskoranir framundan. Það eru líka nokkrir þættir sem við þurfum að líta til og þó að niðurstaðan sé vissulega mjög góð þá þarf að taka henni svona ákveðnum hætti að við höfum verið meðal annars að fá fréttir af því núna að framlög jöfnunarsjóðs verða í rauninni fryst eða skert á árunum 2020 og 2021 og samkvæmt áætlunum þá þýða þetta tæpar 87 milljónir í mínus fyrir Akraneskaupstað ef þetta gengur eftir og þetta þurfum við að hafa í huga. Við þurfum líka að líta til þeirra áhrifa sem lífskjarasamningurinn hefur og þeir kjarasamningar sem eftir að gera á opinberum vinnumarkaði. Við höfum fengið ábendingar eða skilaboð frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga að þjónustugjaldskrár sveitarfélaga hækki ekki umfram 2,5% á árinu 2020 og ekki komi til hækkana umfram það sem hefur ákveðið á þessu ári. Við þurfum að líta til þeirra skuldbindingar sem við erum með í framkvæmd og áætlunum eins og þjónustumiðstöðurinn á Dalbraut, hvað var það stoppframlög hjá Bjargi, Þroskahjálp, ef að verður sem sagt, fimleikahús og reiðhallar, við þurfum að horfa til lausnar í málefnum grunnskólana, leikskólana og íþróttamannvirkja og það hefur verið vinna í gangi innan bæjarins til að greina stöðuna. Hvað varðar fjárfestingagetu næstu ára og þar hefur verið meðal annars skoðað eins og skuldbindingar vegna lána, lífeyrisskuldbindingar og annað slíkt og það mjög mikilvægt og þá getum við séð hvernig og hvenær við getum ráðist í næstu mikilvægu innviðuppbyggingu en það mikilvægt svo við höldum áfram að vera í sókn. Samhliða öllu þessu þurfum við jafnframt að skoða eignasafn bæjarins en sú vinna farin í gang að einhverju leyti innan skipulags- og umhverfisráðs. Það þarf að skoða hlutfall fjármagns sem settir í viðhaldsframkvæmdir á stofnunum kaupstaðarins. En það hafa komið ábendingar í fjárhagsáætlanagerð og að það hlutfall hafi verið of lítið undanfarin ár í fjárhagsáætlun en þó það að koma fram í ársreikningum við erum ekki að nýta allt. Það fjármagn sem hafi verið sett í viðhaldsframkvæmdir og í umræðu í bæjarstjórn í fyrri umræðu, ársreikning þá var einmitt verið að velta þessum atriðum fyrir sér hvort að viðhaldsstofnana sé allt bókað rétta bókhaldslykla, hvort það væri einhver skekkja jafnvel í þessu lið út af þeim þáttum en samkvæmt svöru fjármálastjóra bæjarins þá minni háttar viðhald bókað á viðkomandi stofnanir en stærri framkvæmdir og viðhald ýmist bókað eignasjóð eða fasteignafélagið eftir atvikum. Það ef að eignirnar tilheyra fasteignafélaginu. En svona í stuttu máli sagt þá stendur rekstur bæjarins styrkum fótum þannig ég endurtaki það nú en það þarf að líta til ýmissa óvissu þátta sem voru reifaðir hér hvað varðar kjarasamningar, framlög frá jöfnunarsjóði, íbúaþróun og annað slíkt og það þarf að horfa til mikilvægrar innviða uppbyggingar. Ég ætla að láta þessu gott heitið en að svo stöddu en kem aftur upp ef þörf krefur. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundarliði 1 til 4?
bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Mér langaði bara að koma hérna upp og þakka kærlega fyrir greinargóð svör sem að ég fékk við þeim spurningum sem ég setti hérna fram á síðasta fundi. Og í rauninni í leiðinni kannski svona varpa fram þeim og tek undir með hæstvirtum bæjarfulltrúa og formanni bæjarráðs varðandi framlög úr jöfnunarsjóði, og þá kannski vil ég dýpka þá umræðu aðeins og segja að það sé líka kannski ekki bara þessi frysting sem að er hluti á óvissinu, heldur líka bara í rauninni hver framlögin verða. Það virðist vera mikið svona, kannski ekki ógagnsæi, en allavega upplýsingar berast mjög seint það með hvað hætti framlög til einstakra sveitarfélaga eru, og í rauninni eins og bara ef við tökum síðasta ár fyrir Akraneskaupstað að í rauninni það munar hérna á framlögum til fötlunamála 243 milljónum frá áætluðum framlögum, þar sem framlögin eru hærri. Og upplýsingar þetta liggja fyrir í febrúar, og það eru þetta náttúrulega bara svolítið mikil breyting sem að kemur mjög, og þá febrúar 2019 í rauninni þegar árið er liðið, og svona miðað við þær upplýsingar sem að fengust hér frá endurskoðendum yfirferð á jöfnunarsjóðunum, og þegar menn að reyna að afla upplýsinga hvernig þessar tölur verða til og svo framvegis, að þá finnst mér þetta ferli ekki alveg vera eins og við viljum hafa það. Það þarf auðvitað á væntanlega þá vettvangi bara sveitarfélagana að beita sér fyrir einhvers konar úrbótum það að sé meira gagnsæi í þessu öllu saman. Þannig að sveitarfélagin renni ekki blint í sjóinn með það hvert framlag jöfnunarsjóðs er. Þannig að mér langaði bara svona aðeins að klikka á þessu. Annars bara tek ég undir það að þetta er náttúrulega, eins og ég fór yfir síðast, frábært uppgjör og svona góð teikn og lofti varðandi bara framlegð frá rekstri sem að eru svona að haldast í hendur núna 2 ár í röð, og ég bara brýn okkur til þess að ganga hægt gleðinar dyr og vera varkár áfram, þó við þurfum auðvitað líka að hugsa innviðauppbyggingu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Ég er að hugsa að óska eftir því núna að varaforseti bæjarstjórnar leysi mig af hérna augnablik. Já, ég þakka fyrir og býð bæjarfulltrúa Valgarð Lyngdal Jónsson að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef svo sem ekki miklu við að bæta í umræðuna sem að hér hefur farið fram. Hún hefur farið mjög víða og djúpt ofan í þennan ásetning sem eins og margoft hefur komið fram, sýnir fram á mjög trausta stöðu í fjárhagsstöðu Akraneskaupstaðar. En ég vil taka undir þakkir til starfsmanna bæjarins og eins til endurskoðenda sem að hafa veitt okkur bæjarfulltrúum mjög
greinagóðar og ítarlegar upplýsingar allt sem að viðkemur þessum ársreikningi. En ég komin hérna upp til þess að leggja hérna fram bókun fyrir hönd bæjarfulltrúa Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra vegna þessa ársreiknings og hún hljóðar svo. Við óskum eftir að eftirfarandi verði bókað. Ársreikningur Akraneskaupstaðar fyrir árið 2018 sýnir ábyrga fjármálastjórn og trausta fjárhagsstöðu. Rekstrarniðurstaða ársins jákvæð 826 milljónir króna sem 631 milljónir króna betri afkoma ráða fyrir gert í fjárhagsáætlun ársins með viðaukum. Skuldaviðmið samstæðu lækkar niður í 26%, heildartekjur ársins hjá samstæðu voru 8,5% yfir áætlun eða 597 milljónir króna. Veltufé frá rekstri hjá samstæðu var 19,5% af heildartekjum eða 1490 milljónir króna og fjárfest var fyrir 563 milljónir króna á árinu 2018. Rétt að halda því til haga að þessum árangri var ekki náð á einum degi eða einu ári. Fast var tekið á rekstri bæjarins á kjörtímabilinu 2010 til 2014 þegar allt kapp var lagt á að koma Akraneskaupstað úr slæmri stöðu. Dregið var saman í rekstri og skuldir greiddar niður. Framhald var á þeirri stefnu á kjörtímabilinu 2014 til 2018 og áhersla lögð á ábyrga fjármálastjórn og aga í rekstri. Ljóst því að núverandi bæjarstjórn og Akurnesingar allir standa í þakkarskuld við síðustu 2 bæjarstjórnir fyrir að hafa sýnt þann aga og úthald sem þurfti til að koma rekstri Akraneskaupstaðar í þá stöðu sem nú blasir við. Leið og við fögnum góðri niðurstöðu ársreikningsins þá dylst engum að mörg verkefni bíða. Götur og göngustígar þurfa bæði viðhaldi og nýframkvæmdum að halda og fjölgun íbúa kallar á nauðsynlega uppbyggingu þjónustu og innviða samhliða mikilvægu viðhaldi á öllum eignum bæjarins. Verkefni núverandi bæjarstjórnar verður að tryggja það að góð fjárhagsleg staða bæjarfélagsins skili sér í auknum lífsgæðum og velferð íbúa á Akranesi. Og þannig hljóðar sú bókun og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði L. Jónssoni fyrir. Þú taka við það? Já, gerðu svo vel. Taka við forseta hlutverki þínu. Gerðu svo vel. Þakka varaforseta fyrir og orðið enn laust fyrstu 4 fundarliði á þessum bæjarstjórnarfundi. Og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem kveður þessi hljóð, skjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, sluppu ekki alveg svona vel. Svona koma þessu fyrir hérna. Já, ég átti ekki heimagengt á síðasta bæjarstjórnarfundi og gat þar leiðandi ekki tekið þátt í umræðunum þó ég hafi horft á fundinn með mikilli eftirvæntingu og tilhlökkun. Ég vil náttúrulega byrja á því að gera slíkt í sama og allir, eða nánast allir gerðu á síðasta fundi, að þakka öllum þeim starfsmönnum sem að komu að gerð þessar ársreikningar og unnið alveg myrkrana milli í því og endurskoðendum og sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármála sviðs og bæjarstjóra okkar. Þannig að kærar þakkir fyrir ykkar framlagi þessu. Ég vil líka standa hér og hrósa mínu fólki í Sjálfstæðisflokknum fyrir kröftugar og flottar umræður á síðasta fundi. Og ef það er einhver að hlusta og horfa núna, þá er hægt að horfa on live, af því ég náði nú ekki að klára þegar ég var erlendis, þá er líka fínt að geta setið heima og hort á fundi.
Og ég uppgötaði það að það nú kannski ekki alltaf ég sem að tala mest og einhvern veginn að upplifa að ég sé að tefja hluti og fundina. Þannig að það var ágætt að vita það að fundirnir eru líka langir þó að ég sé ekki mætt. Þannig að svo það sé nú sagt. Ég ætla ekki að standa hér lengi svo ég geti nú alveg geti að fara anda létt og ég ætla ekki að vera hér í allt kvöld. Og mér finnst óþarfi að standa hér og tiltaka allt það sem var sagt á síðasta fundi og formaður bæjarráðs vekar hér aftur í endurtekinni ræðinu hjá sér og bara tek undir það margt sem var sagt og hefur komið fram að þetta er virkilega góð áskýrsla og niðurstaðan er góð og því bara fagna en tek heilshugar undir að varnaðar orð bæjarstjórans í ræðu sinni hér fyrir viku og ekki vil ég nú heldur vera að tefja fólk að þetta er nú ókristnilegu tími að halda fund svona kortir í páska og ég fæ merkingar. Ég var ekkert voðalega glöð þegar ég sá þessa tímasetningu en það er allt annað mál. En við ættum auðvitað að vera komin í frí með fjölskyldunum okkar. En mér finnst nú samt rétt að nefna bara svona nokkur atriði, bara örstutt. Það er búið að ræða hér aðeins málefni fatlaðra, þjónusturáðið okkar á Vesturlandi og auðvitað verður breyting á því með breyttu reglum að við þurfum ekki að vera 8.000 til þess að sjá málaflokk sjálf og það segir sjálft að annarkvort gerum við þetta bara sjálf eða höldum áfram samtali við Hvalfjarðarsveit og það verður þá bara að vera á hvað ég að segja, svo ég móðgin og engan, það verður að vera sanngjarnt samkomulag að allir taki þátt sem eiga aðild að samningnum. Ég er vissulega glöð yfir þeim auknu tekjum sem við erum að fá frá þjónusturáðinu og mér finnst þetta bara ákveðið sanngirnismál. Ég er búin að vera berjandi þarna í borðið sem formaður, fráfarandi formaður fyrrverandi formaður á réttar að segja Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi þar sem hefur bara sýnt sig að við erum að borga með þessum málaflokki 20 milljóna á ári hverju og þetta kannski leiðréttir ykkur 2-3 ár og við eigum ekkert að hætta því að berja í borðið af því að þetta er miklu dýrara en að ríkið vill láta að vera. Og ef það þarf að koma til einhverja svona endurskoðun á því þá bara setjast niður með ráðherra og spyrja hvar eigum að gera niður. Þetta er bara mjög einfalt. Það er búið að tala svo sem aðeins jöfnunarsjóðinn og svo óvissu sem þar, ég tek heilshugar undir það og þetta er eitthvað sem að samtali þarf að eiga sér betur stað sem sagt á milli samtaka íslenskra sveitarfélaga og ráðuneytanna, það er að segja fjármálaráðuneytisins og sveitarstjórnarráðuneytisins og það voru fínar bókanir á landsþinginu sem að eflaust allir hér inni eru búin að kynna sér eða voru ekki á staðnum og en ég ætla svo sem ekkert að segja meira svona fara eitthvað ítarlega ofan í þetta mér fannst þetta bara mjög fínar og ítarlegar umræður hér á síðasta fundi og bara þakka fyrir það en að því sögðu ætla ég að skipta gögn grípa mér hér tölvuna að kom mér aðeins að víkja að bókun meirihlutans og finnst það bara ánægilegt að menn taka undir það að menn hafa verið að standa í báða fætur hér á síðustu 2 kjörtímabilin, sagði forseti
og reksturinn fari batnandi og en samt hafa menn ekki haft kjark í sér að samþykkja fjárhagsáætlun og fagna henni hér. Við finnst þetta ekki alveg tala saman en það kannski mín leið að málinu. En við sjálfstæðismenn hér í bæjarstjórn höfum komið okkur saman bókun og ætla ég að fá að lesa hana hér upp fyrir ykkur og búin að senda ritara bókunna og óska eftir því að hún verið færð til bókar. En hún hljóðar svo. Bókun Sjálfstæðisflokksins vegna ársreiknings Akraneskausta fyrir árið 2018. Á rekstrarárinu 2018 skilar Akraneskaupstaður 826 milljóna króna afgangi eða 631 milljón króna umfram áætlun og verður það að teljast framúrskarandi góður árangur. Lykill að þessum góða árangri liggur í raunsærri og faglegri fjárhagsáætlun þáverandi meirihluta, öguðum vinnubrögðum og styrkri fjármálastjórnun ásamt ráðdeild, starfsmanna og stofnana Akraneskaupstaðar. Hafa ber í huga að umræddur ársreikningur endurspeglar kosningarár sem ber þess vitni að þáverandi meirihluti sýndi mikla ráðdeild og aga í fjármálum. Í kosningabaráttunni árið 2018 skrifuðu fulltrúar núverandi meirihluta greinar í fjölmiðla. Það sem dregið var í efa sterk fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar. Í greinunum var gefið í skyn að góður árangur ársins 2017 væri á sandi byggður, framkvæmdum hafi verið frestað og að óvæntar tekjur frá jöfnunarsjóði fegruðu afkomuna. Ánægjulegt er þó að sjá að núverandi meirihluti fagni góðum árangri fyrir árið 2018. En undir liggur sú spurning hvort innsýn fulltrúa meirihlutans í fjármálum Akraneskaupstaðar hafi ekki verið betri en raun bar vitni eða hvort vísvitandi var verið að reyna að slá ryk í augu kjósenda á Akranesi í aðdraganda kosninga. Og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Ólafur Adolfsson og Þórður Guðjónsson. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundarliði 1, 2, 3 og 4? Svo er ekki, en forseti ætlar að óska eftir því að fá afleysingu á ný í stól forseta. Óska eftir að taka til máls. Já, bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Rétt er það að á síðasta kjörtímabili þá samþykkti ég sem bæjarfulltrúi þá í minnihluta ekki alltaf fjárhagsáætlanir meirihlutans. Nánar tiltekið þá samþykkti ég þær tvisvar en satt hjá í 2 skipti. Og hafði ákveðnar ástæður fyrir því í bæði skiptin sem að ég fór yfir þá. Það ber ekki að skilja þannig að ég hafi haldið að þáverandi meirihluti væri að stefna öllu í voða hér í fjármáli bæjarins. Það var alls ekki þannig. Heldur voru það ákveðin atriði í fjárhagsáætlunum sem að ég gagnrýndi. Meðal annars í síðustu fjárhagsáætlun að þá töldum við þá bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar að sú fjárhagsáætlun væri þaninn, menn ætluðu sér mikið, og við gagnrýndum einnig að í öllum þeim framkvæmdum sem að þar væri áætlaðar að þar var engin
Það er engin hugsun fyrir skólahúsnæði, leikskóla eða grunnskólahúsnæði eða neinu svoleiðis í hérna framtíðaráætlunum þáverandi meirihluta. En jú, það má vel vera að hérna þetta hefði maður bara mátt gagnrýna en samt samþykkja fjárhagsáætlun en hérna það var okkar val þá allavega að sitja hjá við þá afgreiðslu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir minntist hérna á greinar sem að skrifaðar voru í fjölmiðla og meðal annars vitna hún hérna til væntanlega var hún að vísa til greinar sem að ég og hérna bæjarfulltrúi Gerður Jóna Jóhannsdóttir skrifuðum um fjárhagsstöðu Akraneskaupstaðar og það er rétt að taka það fram að í inngangi þeirra greinar að þá skrifum við eftirfarandi með leyfi fundarstjóra. Á rekstrarárinu 2018 skilar Akraneskaupstaður 240 milljóna króna afgangi sem er afar ánægjuleg niðurstaða. Einnig er gott að sjá lykiltölur í rekstri bæjarfélagsins sem benda til þess að reksturinn sé traustur. Þar má nefna að skuldahlutfall er lækkandi, eiginfjárhlutfall er 50%, veltufjárhlutfall er yfir 1 og framleiðarhlutfall rekstrar hækkar verulega. Rekstur bæjarfélagsins er á góðri leið og því fagna sjálfsögðu allir sem vilja haga Akraneskaupstaðar og Akranesinga sem bestan. Þannig nefnum við í þessari grein lykiltölur og bendum á það að rekstur kaupstaðar sé á réttri leið og því ber að fagna. Við bendum jú á að árangurinn sé ekki bara eins kjörtímabils árangurs en við erum heldur ekkert að draga neitt úr því að síðasta bæjarstjórn náði árangri og síðasti meirihluti bæjarstjórnar náði árangri. Sama held ég að ég hafi nú verið að segja í bókunni sem ég las hér upp áðan frá meirihluta bæjarstjórnar. Þannig að ég eiginlega nenni ekki að vera að standa í ykkur karpi. Ég bara er alveg sammála því, þið stóðuð ykkur vel. Við töluðum jú í þessari greinum að það komi óvæntar tekjur frá jöfnunarsjóði. Það sama gerðist núna og við töluðum að í þessari grein einnig að framkvæmdum hefði verið frestað. Þess að framkvæmda fé hefði ekki allt verið notað. Það sama gerðist núna. Þannig að við skulum bara tala hlutina eins og þeir eru. Þetta var bara nákvæmlega svona og er aftur bara svona. Þess vegna ætla ég ekki að halda því fram að við nýji meirihlutin í bæjarstjórn höfum unnið einhver kraftaverk á síðari helmingi síðasta árs. Það var ekki þannig. Þetta er bara langur prósess sem er búin að taka langan tíma. Þetta er búin að taka aga og þrautseigju og það bara hefur mönnum lánast að sýna og árangurinn er bara að sýna sig í þessum ásetningi með þessari glæsilegu niðurstöðu. Þannig að ég held að það sé miklu farsælla núna fyrir okkur að horfa á þau verkefni sem að blasa við okkur til framtíðar. Eins og hér hefur komið fram að þá er mikil uppbyggingaþörf í bænum og við þurfum að halda vel á spöðunum til þess að nýta okkar ágætu stöðu til þess að, eins og ég sagði áðan, bæta velferð og lífsgæði íbúa á Akranesi. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssyni fyrir. Orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir og þeir sem á okkur hlýða ef einhver er ekki farin að grilla eða að var notalegt heima í páskafríinu. Ég er svo sem ekki hingað komin upp til þess að karpa eða standa í ykkur illdeilu við forseta.
Mér finnst bara allt í lagi að minna og það er rétt að þetta voru 2 greinar, þetta voru ekki bara greinar Samfylkingarinnar, þetta voru líka greinar Framsóknarflokksins og þær voru svolítið harmonerandi og og mér finnst allt í lagi að menn kyngi bara bitanum og ef að leikurinn endurtaka sig að þetta var þá ekki eitthvað sem var einhver tilbúningur okkar sem vorum í síðasta meirihluta og að varpa fram spurningunni eins og ég gerði áðan, ég meina til hvers var þá leikurinn gerður í kosningabaráttunni með þessum greinum ef menn voru höfðu mikinn skilning á fjármálum, til hvers var þá leikurinn gerður? Varu menn bara að blekkja kjósendur? Maður spyr sig. En ég lofa því að koma ekki aftur hér upp undir þessu lið. Takk. Þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur fyrir orðið og það bæjarfulltrúi, ég sá ekki hvor hún undan, já, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðrir sem á hlýða ef einhverjir eru. Jú, það er rétt sem að fram hefur komið hjá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að það voru skrifaðar greinar í aðdraganda síðustu kosninga. Við í okkar grein, Framsóknar og frjálsra, þá í rauninni fögnum við innilega jákvæðri umfjöllun fjárhagsstöðu bæjarsjóðs varðandi ársreikningana 2017. En það sem að í raunin var verið að benda á í okkar grein, það var verið að benda á jákvæða niðurstöðu ársreikninga en jafnframt að benda á þær skuldbindingar sem að bærinn stæði í á þeim tímapunkti. Og þessi verkefni sem var talin upp í greininni, þarna sem var fjallað að við þyrftum að horfa jafnframt til, var eins og niðurrifið á sementinu, Fimleikahúsið, Golfskálinn, Þjónustumiðstöðin á Dalbraut, Guðlaug, Reiðhöll Dreyra og það var bara verið að tala þær fjárskuldbindingar sem felast í þessum flottu verkefnum. Síðan í rauninni í þeirri grein, að því nú meðan þetta fyrir fram að mig, það var í rauninni jafnframt verið að benda á að þrátt fyrir þessi góðu verkefni og þær skuldbindingar sem það félur í sér, að þá þurfum við að líta fram á við líka. Við þurfum að líta til þess að það er komið að innviða uppbyggingu hvað varðar leikskóla. Við erum í hugmyndavinnu og ákvarðanatöku og svona ferli hvað varðar ákvarðanir í grunnskólamálum og við erum með starfshópur íþróttamannvirkja á Jaðarsbakka hefur jafnframt skilað vinnu sinni. Vegna þeirra skuldbindingar sem við erum með núna í þeim góðu verkefni sem núna í gangi, þá segir það sér sjálft að meðan ekki til fjármunir fyrir því að fara í leikskóla eins og sumir hafa verið að kalla eftir að fara strax í og fleira. Þannig í rauninni var tilgangurinn að útskýra þær skuldbindingar og þá stöðu sem við værum í, þó staðan væri vissulega jákvæð eins og framkemur í upphafi greinarinnar. En við verðum líka að vera raunsæ eins og framkemur í greininni og það höfum við verið að tala núna hér í umræðum ársreikning sem það að þó við séum að skila mjög góðri og jákvæðri niðurstöðu þá þurfum við að fara varlega. Við erum með tekjur hvað varðar jöfnunarsjóðinn sem við erum talsvert háð, tekjunum þaðan. Við vitum ekki nákvæmlega vegna þess ógagnsæi sem að þar í þeim útreikningum og þeim niðurstöðum hvers við megum vænta til dæmis á næsta ári. Við erum með jákvæð íbúðaþróun en það ekkert gefið í þeim efnum þannig að við verðum að vera raunsæ og horfa til þeirra þátta og fara varlega, sækja fram en fara varlega í öllum skuldbindingum með það
samt að leiðarljósi að vera áfram í sókn og hamingjusamt sveitarfélag. Þakka bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur fyrir og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson sem að tekur til máls. Gjörðu svo vel. Ég þakka forseta fyrir að leyfa mér að koma hér upp í þriðja sinn. En örsnögt bara til að svara einni spurningu, kasta ryki í augu kjósenda, nei, það var ekki tilgangurinn. Tilgangurinn var einfaldlega að veita önnur sjónarhorn á hlutina, eða bara fjölga sjónarhornunum sem að líta má á hlutina. Og eins og ég sagði áðan, þau sjónarhorn sem að ég og bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir veltum upp í okkar grein, að þau eiga alveg jafnvel við ásetninginn í ár. Og það er bara þannig. Og ekkert neitt undandregið með það. En einnig það sem við fórum yfir í upphafi greinarinnar og ég las upp áðan, að allar lykiltölur í rekstri bæjarfélagsins sýndu fram á styrk rekstrar og jákvæða þróun, að það á einnig jafnvel við eins og það gerir þarna. Þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssyni fyrir. Orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem kveður sér hljóðs. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlum ekki að lengja þessu umræðu. Og ég búinn að þakka öllum þeim sem ég langar til að þakka á síðasta fundi, þannig að held ég endurtaki það nú ekki sérstaklega. En mér finnst þessi umræða áhugaverð núna, og þetta er þannig að núverandi meirihluti var ákveðin vorkunn í kosningabaráttunni síðast. Akraness fékk gríðarlega mikla umfjöllun í tengslum við góðan ásetning og þessi raun að við heldum ágætlega á okkar málum. Við vorum tekin í rauninni sem fyrirmynda sveitarfélag þeim efnum af fleiri en einum rýnanda. Þannig að það var auðvitað, og alveg skilningur á því, að menn þurftu auðvitað með pólitískum hætti að reyna auðvitað að færa fókusinn aðeins frá því. Eitt varðandi í jöfnunarsjóðinn, það er auðvitað þannig að þó að framlög jöfnunarsjóðsins séu ekki þannig að maður ráði mjög skýrt í endanlega niðurstöðu, þá er þetta þannig að það eru öll sveitarfélög undir. Og ef við horfum bara á hvernig þróun hefur verið undanfarin ár, og hafa nú ekki verið ýkja mikla breytingar í þeim skilningi hjá Akraneskaupstað. Og ég minna það að kannski stærsta breytingi sem varð í jöfnunarsjóðnum var auðvitað þegar að við tókum yfir málefni fatlaðra. Og jöfnunarsjóðan er auðvitað ekkert ætlað annars hlutverk heldur en það sem að felst í orðum. Það er auðvitað að vera að jafna ákveðna hluti. Þannig að við höfum ekki þurfa að hafa neina sérstakar áhyggjur telja af jöfnunarsjóðnum gagnvart stöðu okkar hér. Auðvitað væri hins vegar kostur að fá þessar upplýsingar fyrr, og það er auðvitað ekki auðvelt að þurfa að búa við kannski einhverja 300 milljóna króna sveiflu, en það verður auðvitað í samhengi við kannski flest önnur sveitarfélög. Við höfum verið með í kringum 20% hlutdeild af okkar tekjum í jöfnunarsjóðnum núna 2018, 2017, 2016, 19% 2015 og 2014. Og svo 2013 til og með 2010 er það örlítið lægra, og í rauninni kannski stökkið milli 2010 og 2011 þegar við tökum yfir hlutdeildina í málefnum fatlaðra. Ég held eins og að það væri ágætt fyrir okkur að fá heimsókn bara hingað, til dæmis í bæjarráði, frá fyrirsmönnum jöfnunarsjóðsins, og fá á reyni til að útskýra fyrir okkur þessar reiknireglur. En það eru mjög góðar upplýsingar á vef jöfnunarsjóðsins framlögin. Það á þó ekki við reiknireglunar.
Ég þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir. Orðið er laust. Og þar sem enginn gefur mér merkið ætla ég að óska eftir því að Valgarður Lyngdal Jónsson bæjarfulltrúi taki eftir við starfi forseta. Ég þakka varaforseta Gerði Jóhannu Jóhannsdóttur fyrir afleysinguna og þá segjum við lokið umræðu fyrstu 4 fundaliði á þessu fundi og göngum þá til afgreiðslu og byrjum þá á fyrsta fundalið ársreikningur 2018 ábyrgðar og skuldbindingar yfirlit. Þeir sem samþykkja það að bæjarstjórn staðfesti ábyrgðar og skuldbindingar yfirlit í sundurliðunarbók ársreiknings Akraneskaupstaðar vegna ársins 2018 gjöra svo að gefa merki. Og það er samþykkt 9-0. Og þá er það annar fundaliður 19.04.057 ársreikningur Akraneskaupstaðar A-hluti. Og tillaga að bókun er þessi: bæjarstjórn samþykkir ársreikninga A-hluta Akraneskaupstaðar og staðfestir hann með áritun sinni. Þessi samþykkja þetta gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þriðji fundaliður 19.04.058 ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 B-hluti. Þeir sem samþykkja að bæjarstjórn samþykki ársreikninga B-hluta Akraneskaupstaðar og staðfesti með áritun sinni gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0 og þá er það fjórði fundaliður 19.04.059 ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 samstæða og þeir sem samþykkja að bæjarstjórn samþykki ársreikningin og staðfesti hann með áritun sinni gjöra svo að gefa merki og það er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að 5. máli á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 19.04.033. Þetta er aðalskipulag tjaldsvæði við Kalmansvík, en skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að skipulagslýsingin verði send umsagnaraðilum og auglýst til kynningar samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Skipulagslýsing tekur til breytinga á aðalskipulagi jafnframt því sem kynnt eru áform deiliskipulag tjaldsvæðis við Kalmansvík. Fyrri skipulagslýsing sem kynnt var í september 2016 fellur úr gildi með kynningu nýra lýsingar. Og orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Mér langaði bara að koma þess inn á það í hverju breytingarnar felast. Það felast í fyrsta lagi því að það verið að breyta landnotkunarreitum, 2 landnotkunarreitum. Það er ferðamannasvæði, svokallað, verður 5,2 hektarar og svo opið svæði til sérstaklega nota útivistarsvæði verður 3,1 hektari og svo er verið að minnka íbúðarsvæði sem var hugsað undir smáhýsin 0,8 hektara. Það er núna að fara á stað deiliskipulagsvinna fyrir svæði, þannig að þetta nú eftir að koma aftur inn til okkar líka þegar það kemur og það sem breytist líka með þessu að mörk hverfisverndarinnar eru dregið meira að meiri nákvæmni og allt svæðið tekið sem ein heild, fjaran og tjaldsvæðið og svæðið þarna kring. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þennan lið. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúi, ég ætla nú bara að koma hér upp og þakka fyrir það að það hefði komið skrið á þetta mál þar sem ég vakti athygli á að þetta hafi verið á snústakanum kannski svolítið lengi eins og Kútur Sigurfari og fleiri mál, þannig að ég ætla bara að koma hér og þakka formanni skipulags- og umhverfisráðs
ráðs að það gengi rösklega til verks í þessu máli og vona að þetta verði ekki frekari töf á þessu, en í skýrslunni talað að deiliskipulagið eigi að vera klárt til auglýsingar núna í vor og ég ætla bara að fagna því. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða 5. mál aðalskipulag tjaldsvæðis í Kalmansvík. Það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég er bara með eina spurningu varðandi skipulagslýsinguna sem liggur fyrir. Eru þetta bara drög eða er þetta fullunnin skipulagslýsing? Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom hérna með eina góða spurningu. Þetta er fullunnin skipulagsgögn, aðalskipulag, en þarna fylgja með drög að deiliskipulagi. Deili. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þennan fundalið. Svo er ekki. Þeir sem þá samþykkja að skipulagslýsingin vegna breytinga á aðalskipulagi Akraness 2005-2017 verði send umsagnaraðilum og auglýst til kynningar samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 1902-123. Þetta er deiliskipulag Miðvogslækjarsvæði, þjóðvegur 13 og 13A, grendarkynning. En skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi vegna Miðvogslækjarsvæðis er varða lóðirnar við þjóðveg 13 og 13A. Breytingin felur í sér að fjölga lóðum. Eftir breytingu verða á svæðinu 5 einbýlishúsalóðir og 1 lóð undir geymslu eða hesthús. Grendarkynnt var fyrir lóðarhöfum á Borgarholti 2 og þjóðvegi Einhamri 3. Grendarkynnt var samkvæmt 2. málsgrein 44. greinar, samanber 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Grendarkynningin fór fram frá 5. mars til 2. apríl 2019, engar athugasemdir bárust. Og lagt til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt og send skipulagsstofnun og auglýsingum gildistöku birt í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið er laust þetta mál. Og það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Og þá ber forseti þetta upp til atkvæða. Þeir sem samþykja það að bæjarstjórn Akraness samþykki breytingu á deiliskipulagi vegna Miðvogslækjarsvæðis og hún verður send skipulagsstofnun og auglýsingum gildistöku birt í B-deild Stjórnartíðinda. Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að því að leggja hér fram fundagerðir til kynningar. 7. liður á dagskrá hefur málsnúmerið 19-01-005. Þetta eru fundagerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér að ræða fundagerð bæjarráðs frá 11. apríl 2019 frá fundi númer 3372. Og orðið er laust þessa fundagerð. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla nú bara að koma hér örstutt upp út af örfáum erindum í þessari fundargerð. En fyrst er það dagskrárliður númer 3 í þessum fundi bæjarráðs frá 11. apríl, fundi 372, en þetta er Lækjaflói 1. Þetta er fyrirspurn
frá Veitum frágang byggingarsvæðis í Flóahverfi. En það svona, forsagan af þessu sú að Veitur stefna flutningi starfsstöðvar frá Dalbraut 8 og hafa sótt lóð að Lækjarflóa 1 og áætlar að ný starfsstöð verði tekin í notkun fyrir hluta ársins 2020. En í umsókn Veitna kom bara fram að umhverfi nýrra starfsstöðvar Veitna sem og aðgengja henni ætti að samræmast öryggisstefnu Veitna og það sem fram kemur hér í fundargerð bæjarráðs í rauninni tillaga frá skipulags- og umhverfisráði og þetta samþykkti bæjarráð og ég bara fagna því að þetta verkefni sé farið á stað að uppbygging sé að fara á stað og fyrirtæki byrja að koma sér fyrir að sækja lóðir upp í Flóahverfi og ég vona bara að fleiri fylgi í kjölfarið og við fáum þarna öflugt atvinnusvæði og ég nú bara full bjartsýni á að fleiri fyrirtæki muni bætast við í hverfið og þetta sé nú bara byrjunin á því sem að koma skal. Hvað var á dagskrárlið nr. 7? Þá eru það íbúðir, það íbúðir fyrir fatlaða einstaklinga og þetta frá stofnstyrkur til Brynju hússjóðar og þetta umsókn frá Brynju hússjóði Öryrkjabandalagsins stofnframlag vegna kaupa 10 2 herbergja íbúðum. Það sótt 12% stofnframlag upp að 36 milljón og bæjarráð samþykkti að veita vilyrði fyrir stofnframlaginu vegna þessara kaupa og það þá veitt með skilyrði endurgreiðslu stofnframlagsins og það gert ráð fyrir útgjöldum í 5 ára fjárfestingar og framkvæmdaáætlun. Það 18 milljónum núna 2020 og 18 milljónum árun 2021 og bæjarráðurinn vísaði málum til umfjöllun velferð- og mannréttindaráði meðal annars í tengslum við húsnæðisáætlun og annað slíkt sem að þar til vinnslu. En mér langar bara að ítreka, við erum auðvitað búin að eiga mjög mikla umræðu stofnstyrki, fyrirkomulag þeirra, endurgreiðslur og eftirlitsskyldur og annað slíkt og bara minna á þá ríku eftirlitsskyldu sem í lögum almennar íbúðir eða húsnæðisfélög og í rauninni möguleika sveitarfélag að hafa fulltrúar eða stjórn félagsins. En í rauninni hvað varðar þetta mál að þá hafði áður verið veitt vilyrði fyrir 5 íbúðum til Brynju hússjóðs en Íbúðalánasjóður synjaði því þannig að það varð aldrei að því að við myndum veita þau stofnframlög og þær 5 íbúðir í rauninni settar inn í þessa umsókn. Þetta er rauninni aukning af 5 íbúðum frá því sem áður hafði verið veitt vilyrði fyrir en náðist ekki í gegn, eða fór ekki í gegn. Síðan á dagskrárliður 8 og það endurnýjun samninga við IA, rekstur, leigu og fleira. Og það annars vegar að ræða heildarsamning rekstur og samskipti Akraneskaupstaðar og hins vegar leigu og rekstur heilsuræktarstöðvar, íþróttamiðstöðin á Jaðarsbökkum og íþróttahúsinu Vesturgötu og samningarnir taka gildi nú þegar og gilda til og með 31. desember 2022 og kostnaðaraukningin vegna þessa á ársgrundvelli 4,9 milljónir en 3,75 á þessu ári og aukningin komin til vegna almennra hækkunar á styrk til rekstur íþróttabandalagsins úr 3,1 í 4,5 milljónir og vegna samstarfs Akraneskaupstaðar og IA heilsueflandi samfélag. En það verið að leggja til 3,5 milljón til verkefnastjórnar af hálfu íþróttabandalagsins í innleiðingafasanum og í framkvæmd verkefnisins eftir innleiðingu og heildarkostnaður samningana ári 8 milljónir króna. Og mér langar bara að taka undir, bæjarráð samþykkti og fagnar endurnýjun samninga milli Akraneskaupstaðar og IA og mér langar bara að taka undir orð Sævar Freys bæjarstjóra þegar hann sagði að það væri mikið gleðiefni að samningar Akraneskaupstaðar og IA séu höfn og IA ætla að innleiða og framkvæma í samvinnu við Akraneskaupstaðar verkefni heilsueflandi samfélag. Mér langar að þakka öllum þeim sem hafa bæði IA, sviðsstjóra skóla og frístundasviðs, bæjarstjóra og öðrum þeim sem hafa komið að þessari vinnu í tengslu við endurnýjun á samningum fyrir alla þá vinnu.
ég að hugsa að vera ekki að lengja þennan fund sem lengja þetta enn frekar hér en kem þá bara upp aftur og svara spurningum ef einhverjar eru. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs, það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég ætlaði einungis eiginlega að koma hérna upp til þess að nefna atriði sem eru mér afar kær, en það er ritun fundargerða og það er þá sérstaklega í fyrsta lið, það eru fundargerðir menningar og safnanefndar. Þegar við erum að skrifa fundargerðir og fólki okkar þá þarf það að koma skýrt fram í fundargerðunum að mínum mati hvað er verið að fjalla um. Það er þarna í nokkrum stöðum þá má gera betur. Ef að erindi eru einungis kynnt og lögð fram og við vitum ekkert meira, vitum við ekki hvað var afgreitt í því máli eða hver umræðan var, við vitum alltaf hvað það er nema titillinn á erindinu. Þannig að mér finnst að við höfum aðeins að brýna okkur í þessu. Einnig hverjir mæta á fundin, að það komi fram hverjir það eru sem eru að mæta á fundin með eitthvað til kynningar. Af því sögðu ætla ég líka að tala um þá fjórða lið og í þessari fundargerð og það er starf á skipulags- og umhverfissviði, þá finnst mér frekar óskýrt hvaða starfi verið að ræða og óska eftir að fá að vita meiri upplýsingur það, ekki það ég veit það reynda persónulega, en mér finnst að bæjarbúar er kannski líka hentingu að vita það. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar að ræða eitt mál á þessum fundi og það er 14. liður, garðaveitingar, frístundamiðstöð, gólfvelli, rekstrarleyfi. Ég ætla bara að koma hér upp og fagna því að þetta sé orðið svona opinbert að það sé komin rekstraraðili og að frístundamiðstöðinni upp á Garðavelli og langar líka bara að standa hér og segja það að ég er gríðarlega stolt af þessu verkefni og þetta tók svo sem snögga uppbyggið þegar við vorum búin að svona reyna átt okkur á því hvernig við getum gert þetta á síðasta kjörtímabili og hvernig eignaskiptingin ætti að vera og hvernig við getum gert þetta þannig að sómi væri af. Tók aðeins lengri tíma en ég held að það hefði algjörlega verið þessi virði og fyrir ykkur sem hafi ekki farið þarna inn þó sé ekki búið að formlega vígja húsið að þá bara verðið þið að gera það. Þetta er algjört æði, svo ég tala eins og unglingarnir. Og mér langar líka að standa hér og þakka Guðmundi Sigvaldasyni og stjórn golfklúbbsins fyrir þeirra aðkomu að þessu verkefni algjörlega til fyrirmyndar að fá þessa mánaðarskýrslur frá framkvæmdastjóra, gefur mikla innsýn í stöðu verkefnisins og ég held að við getum líka bara tekið þessi vinnubrögð upp hjá okkur í skipulags- og umhverfissviðinu. Við erum að tala um fimleikahúsi til dæmis. Í kosningabaráttunni þá var að tala um það að við ætlum að flýta fyrir framkvæmdum á fimleikahúsi. Við verðum að vera einhvern veginn með puttan á púlsinum hvernig framgang verkefna er og ég held að þarna sé bara kjörið tækifæri að taka upp þetta vinnufyrirkomulag og ég held að það sé bara gott að svona skýrslur komi bara mánaðarlega inn í skipulags- og umhverfisráð og bæjarráð og þá erum við líka með puttan á púlsinum varðandi fjárútlát og hvort að verkefnin hvort þau eru að standa það er fjárhagsviðmið sem er lagt af stað með í upphafi og þarna verður alveg til framúrskarandi aðstaða, ekki bara fyrir golfklúbbinn Leyni heldur fyrir okkur öll bæjarbúa. Þarna er búið að halda 2 fermingarveislur
Og ég verði alveg að viðurkenna það, ég átti ekki von á því að þetta myndi nást fyrir þennan tíma þegar ég var stödd þarna inn í húsinu 1,5 viku fyrir að vera fermingarveisla þarna. En Guðmundur Sigvaldason sagði bara jú. Þannig að þetta stóðst allt hjá honum og hjá þeim og verktakarnir allir á sömu blaðsíðu með það að standa þessar tímaáætlun. Þannig ég ætla bara standa hér og gefa mig eitt gott klapp og og segi bara þetta algjörlega til fyrirmyndur og ég held að við getum heimfært þetta yfir á okkar svið hér. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr. Gjörðu svo vel. Já, mér langaði bara rétt aðeins að halda áfram frá því sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom með með golfskálan eða frístundamiðstöðina. Mjög mikilvægt, en það er okkur huglægt að þarna verði mikil starfsemi annað en það sem er tengt golfklúbbum. En mér langaði bara að koma því á framfæri að ég örlítið þjófstartaði þeirri ræðu sem að þarf að eiga sér stað þegar við opnum þetta hús einmitt á þinginu hjá IA daginn og myndist á hversu einstakt samstarf þetta er búið að vera við framkvæmdastjórann Guðmund Sigvaldason. Og mér finnst svona bara viðeigandi svona í aðdraganda þó að þetta verði síðan endursagt þegar við formlega opnum miðstöðina vonandi áður en þessi mánuður er liðinn að þá er hann búinn að halda utan um þetta verkefni af svo miklu myndabrag og hvernig við fórum að staði í þetta verkefni með þeim hætti sem var gert er bara eitthvað sem að bæjarstjórnin og öll sem að tók þá ákvörðun hvernig við ætti að fara í þetta verkefni hún á bara skilið að klappa sér á bakið en það er ekki síður mikilvægt af því að þetta er aðeins óvenjulegt fyrirkomulag hvernig við fórum að vinna þetta að hvað Guðmundur hefur staðið sína plikt meira en 100%. Ég veit að það er rauninni bara fræðilegt að tala að segja eitthvað meira en 100% en ég ætla að segja að hann hefur farið í 1000% í þessu tilfelli. Það loki máli mínu. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, það er bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar, aðrir sem á hlýðið. Mér langar að bara fagna 3 málum sem ég sé hérna sem hafa verið á dagskrá og það er í fyrsta lagi mál 7. Og það er einstaklega skemmtilegt að sjá hversu vel Akraneskaupstað er að standa sig í stykkinu. Við erum nýbúin að klára þetta máli snýr að Bjargi byggingafélagi, ef ég man rétt. Hér erum við að leggja til stoppstyrk til Brynju hússjós og það er gaman að sjá hvað við erum að bara standa okkur í stykkinu eða kemur að litla bróðir eða þeim sem minna mega sinni í samfélaginu. Það verður að segjast alveg svo er. Því að fréttir úr öðrum sveitarfélögum er ekki alveg að mjókaðar ef við verðum að segja eins og er. Þannig að ég bara hrósi til ykkur allra sem eru að koma að þessu hérna. Ánægður með ykkur. Liður 9, endurnýjun samning og ég fagna þessu sérstaklega, en það kom ég að þessu máli sem formaður skóla- og frístundaráðs á síðasta kjörtímabili og fagna þessu komi. Sérstaklega langum að draga út úr þessu það að ákveðið vera að ganga til samstarfs við Íþróttabandal Akraness heilsueflandi samfélag. En þau lögðu til hérna á síðasta kjörtímabili alveg gríðarlega góða kynningu á hvernig mætti útfæra þetta og tóku svolítið á skari sem er gaman að sjá félagasamtök gera innan sveitarfélagsins og í drifkrafti þess alls sem þar býr erum við að fá í gang mjög spennandi verkefni sem ætti að nýtast öllum Akraness, ekki eingöngu þeim sem leggja stund á íþróttir. Þannig ég fagna þessu sérstaklega og ránaði með bæðir að hafa samþykkt þetta og vera að leggja til fjármagn bæði til innleiðingar og framkvæmdar eftir að þetta er komið í gang. Síðan get ég ekki annað en talað lið 10, leikskólar, fjölgun skipulagsstaða. Ég verði eiginlega að standa upp því ég sat á mér á síðasta fundi þegar þetta kom til umræðu og hrósa bæjarráðið líka og fagna þessu. En það er umhugsunarefni fyrir samfélag okkar í heild í raun og veru að
meðan að verkalýðshreyfingin gengur fram með kjaft og klóm og berst fyrir styttingu vinnuvika fullorðins fólks, að þá skulum við leggja á yngsta aldurshópinn okkar 1 til 5 ára börn, að þau skulle sitja lengsta vinnudaginn af öllum. En mér skilst að nú fyrir með allir virðingu fyrir réttum tölum, en hátt í 100% barn á leikskólum Akraneskaupstaðar eru með 8+ vinnustundir. Það er 8+. Og ég vona að Villi Bygg þegar hann hættur með verkalýðsbaráttu, hann fer að berjast fyrir þessu líka með þessu sama, að það sé verið skýlu skrafað í honum að við fækkum vinnustundum leikskólabarna. En hérna verður að leggja til fjölgun skipulagsstaða fyrir leikskólakennara og þá sem starfa í leikskólanum, og ég fagna því vegna þess að starf sem þar unnið gríðarlega mikilvægt og svigrúm þeirra starfsemi og starfsmanna sem þar eru mun minna en á öðrum skólastöðum til þess að skipuleggja sér starf. Þannig að ég fagna þessu sérstaklega að 5. deginum er bætt við, og ég er viss það að þeir starfsmenn munu nýta þann auka dag sérstaklega vel til heilla okkar barna sem þar eru. Takk fyrir mig. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það kom fyrirspurn frá bæjarfulltrúa Gerði Jóhannu Jóhannsdóttur hvað var það dagskrárliði númer 4 sem er starf á skipulags- og umhverfissviði. En það er laust til umsóknarstarf yfir verkstjóra á skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar, og þessi aðili heyrir undir umhverfisstjóra og hefur yfir umsjón með vinnuskólanum á Akranesi, eða það er lagt til samkvæmt auglýsingu starfið og starfslýsingu, hefur yfir umsjón með vinnuskólanum á Akranesi ásamt faglegri framkvæmd með stofnanalóðum, útivistarsvæðum, leiksvæðum og öðrum opnum svæðum undir stjórn umhverfisstjóra. Og yfirverkstjóri hefur einnig undir sinni stjórn sumarstarfsfólk, það er starfsfólk garðyrkjudeildar og vinnuskóla, og starfsstöð yfirverkstjóra er í áhaldahúsinu á Laugabraut og starfa viðkomandi samhliða öðru starfsmönnum þar. Og það er lögð sérstök áhersla á það að þeir umsækjendur sem hafa áhuga á þessu starfi hafi metnað fyrir ásýnd umhverfis og þurfa jafnframt að vera opni fyrir þróunarvinnu í tengslu við framtíða starfsemi vinnuskóla. Og þessi aðili er í rauninni vegna þess að Einar Skúlason hefur sagt starfi sínu lausu, og þetta starf er komið til að fylla hans starf með ákveðnum svona breytingum á því. Mér langaði líka, ég var kannski aðeins svo mikið að flýta mér hérna áðan, að fara inn í dagskrárlið 14. Og við fórum þarna upp í frístundamiðstöð daginn, við vorum boðið þar í bæjarstjórninni að koma og sjá húsið áður en fyrsta fermingarveislan var, eða allavega áður en fermingarveislan var og áður en væri svona viðburður yrði í húsinu, og það var alveg ótrúlegt að sjá sjálfboðaliða, félagsmenn, klubbmeðlimi og allt þetta vinna hörðum höndum saman að því að koma húsin í stand, og maður sá bara þann samhug og þá einingu sem ríkti. Og mér langar líka hér að þakka Guðmundi Sigvaldasyni, framkvæmdastjóra golfklúbbsins, fyrir frábært gott starf, frábæra verkstjórn utan þetta verkefni, fyrir ótrúlega góðar upplýsingar til okkar í bæjarstjórn, og mér finnst bara Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi komið með mjög góða tillögu, ábendingu að þetta sé verklag sem við getum haft í okkar störfum hér. Við erum auðvitað með, eins og fram hefur komið hér á þessum fundi, það eru gríðarlega margar framkvæmdir í gangi, við erum auðvitað bara í sókn, og eins og hvort það er Fimleikahúsið, þjónustumiðstöðin á Dalbraut eða aðra framkvæmdir sem við erum að fara í. Mjög góð tillaga að það sé mánaðarleg skýrsla til skipulags- og umhverfisráðs stöðu framkvæmda og kostnaðarþáttinn inn til bæjarráðs. Og ég legg til, og ég tek bara undir það, að það væri mjög gott að þetta væri gert. Ég bara auðvitað fagna auðvitað líka hvað var að dagskrárlið 10, fjölgun skipulagsdaga í leikskólanum.
mjög mikilvægt upp á faglegt starf þeirra sem þar starfa og þeim þá atriðum sem að voru á dagskrá bæjarráðs á umræddum fundi. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð bæjarráðs? Svo ekki. Og þar með 3370 og önnur fundargerð bæjarráðs frá 11. apríl síðastliðnum lögð fram til kynningar. Þá erum við komin að 8. fundarlið, hann hefur málsnúmerið 19.008. Þetta fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og hér erum að ræða 110. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 15. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og er þar með 110. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs lögð fram til kynningar. Og áður en að við förum í næsta fundarlið þá ætlar forseti að óska eftir því að fá aflýsingu hér í stól forseta. Fyrir er tekið mál númer 9 á dagskrá, það er númer 19.021, fundargerð 2019 Orkuveita Reykjavíkur. Og það er fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur númer 273 frá 25. mars árið 2019 og fundargerð aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur frá 4. apríl 2019 sem er til umræðu og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir stjórnarfundinn, stjórnarfund 273 og staldra hérna við eitt atriði í honum. Það er 5. liður, undirbúningur aðalfundar, en þarna undir þessu fundarlið að þá sem sagt leggur starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur tillögu breytingu á stjórnarlaunum og okkar fulltrúi Akraneskautsstaðar í stjórninni Guðjón Viðar Guðjónsson lagði fram þá tillögu að þar sem að óvissa væri á vinnumarkaði, svo staðan var þarna, þessi fundur fór fram 25. mars og Guðjón Viðar, okkar stjórnarmaður, lagði sér fram þá tillögu að afgreiðslu á þessari tillögu starfskjaranefndar yrði frestað þar sem óvissa væri á vinnumarkaði og ekki hafi tekist að gera kjarasamninga milli deiluaðila að þá sem sagt lagði hann til að fresta þessari afgreiðslu á þessu og tillaga Guðjóns var felld með atkvæðum allra stjórnarmanna nema hans og tillaga starfskjaranefndar var þá borin upp og samþykkt með öllum atkvæðum nema atkvæði Guðjóns Viðar sem að ákvað þá í ljósi þessar atburðarásar að greiða atkvæði gegn tillögunni og óskaði eftir að fá eftirfarandi bókað vegna óvissu á vinnumarkaði og ekki hefur verið gengið frá kjarasamningum þá telur undirritaður ekki tímabært að ákvarða þóknundi stjórnar. Ég tel að þetta hafi verið hugað af okkar stjórnarmanni að gera þetta þó svo að Orkuveita Reykjavíkur sé ekki aðili að þeim samningaviðræðum sem þarna voru í gangi að þá er þarna að ræða stórt fyrirtæki, samstæðu Orkuveita Reykjavíkur er stórt fyrirtæki í opinberri eigu og við vitum að það er litið til slíkra aðila sérstaklega þegar aðstæður eru eins og þær voru þarna og þrátt fyrir það að viðkomandi fyrirtæki sé ekki endilega aðili að þeim viðræðum sem voru í gangi að þá er samt sem að við litið til
þess fordæmis sem að aðilar sem þessir gefa. Og röksemd okkar stjórnarmanns var einfaldlega svo að stjórnarlaunin voru bara góð fyrir. Það var engin þörf á að hækka þau endilega og og óþarfi að vera að gefa það fordæmi inn í samfélagið að þarna veru stjórnarmenn í stóru fyrirtæki að hækka sjálf sig í launum. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssyni fyrir orðið laust og enginn kveður sér ljós. Já, og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla svo sem ekkert að tjá mig efnislega um þessa tillögu Guðjóns Viðars, þáverandi stjórnarmann okkar í stjórn Orkuveitunni, en svona gengur þetta nú fyrir sig almennt í stjórnunarstöðum. Einhver þarf að ákvarða launin manns, þekkjum það vel hér úr stólum bæjarstjórnar. En ég ætla að nota tækifæri hér og óska nýkjörnum aðalmanni okkar, Valgarði Lyngdal Jónssyni, til hamingju með sæti í stjórn Orkuveitunnar. Ég ber mikið traust inn í þessu og gott að hafa nýjan mann í brúnni sem er á meðal okkar hér í bæjarstjórninni, að hafa greiðan aðgang á þér og vonast líka til þess að þú verið duglegur að upplýsa okkur sem setjum við þetta borð í bæjarstjórninni hvað er að gerast þarna inni reglulega og vera kannski svolítið í meiri samráði heldur en að hefur verið þegar það er verið að fara inn með tillögur og kannski svona að því þú ert fulltrúi okkar allra þarna inni. Bara vinsamlega ábending, til hamingju. Ég þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir fyrir orðið laust. Enginn kveður sér ljós og því ætla ég að biðja forseta að taka, eða bæjarfulltrúa Valgarð Lyngdal Jónsson að taka aftur við hlutverki sínu sem forseta. Já, takk fyrir aflýsinguna enn einu sinni. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls varðandi fundargerð Orkuveitu Reykjavíkur og þar með 273. fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur og fundargerð aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2019 lagðar fram til kynningar. Þá erum við komin að 10. máli á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 19.01.022. Þetta eru fundargerðir Faxaflóahafna á árinu 2019 og hér er lögð fram 170. og 9. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 12. apríl 2019 og orðið er laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem óskar eftir að... Já, gjör svo vel. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eitt sem að vekur athygli mína í þessari skýrslu, ég man ekki eftir að hafa lesið þetta áður en þá kannski bara er ég ekki að muna eftir því, en útstreymi skýrsla vegna ársins 2018, gerð grein fyrir efni skýrslunum og ég bara forvitin hvað er þetta eitthvað tengt sjávarútveginum með höfnin eða fjármunum eða hvers konar útstreymi er þetta? Langar bara svona aðeins að bara örstugt að það er svo lengi fundin. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Varstu réttu föndraki? Já. Þá er næstur á mælindaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjör svo vel, væntanlega með svar í fyrirspurn. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom og spurði hér útstreymisskýrslu. Útstreymisskýrslan er hluti af grænu bókhaldi og sem betur verið ekki útstreymi á fjármunum, heldur útstreymi á þetta er hluti af græna bókhaldinu og hluti af umhverfisskýrslunni þeirra umhverfisvinnunni. Útstreymi á er hennar mun orðið? Já, útblæstri og öðru slíku.
Takk fyrir greinagóð svör, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem ósk eftir að taka til máls varðandi fundargerðir Faxaflóahafna. Svo ekki og þá þar með 179. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna lögð fram til kynningar. Fleira ekki á dagskrá þessa fundar og ég þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetuna, einnig bæjarstjóra og verkefnastjóra og þeim sem á hlýtu þakka ég einnig. Fundi slitið, gleðilega páska.